Daginn, ég heiti Melkorka og ég var að útskrifast úr meistaranámi í tónlist og félagsmálafræði, þannig að þetta líka svona góð kynning fyrir þá sem að íhuga að fara í námið. Það hinn. Þú að ljúga mér? Nei, ég segi stóri. Já, hún Eygló var leiðbeinandi minn og ég gaf henni lóuna þegar ég kláraði. Þannig að, já, lóuna góðu. Já, og ég gerði starfsendaransókn sem ég vissi ekkert hvað starfsendaransókn var áður en ég byrjaði í meistaranáminu mínu. Og þar lærði ég að það væri til leið til að læra í gegnum starfið og eflast sem fagmaður. Og mér fannst það mjög spennandi og ég kom reyndar inn í meistaranámið mitt með ákveðið lokaverkefni en síðan ákveði ég bara að breyta á því ég fekk óvænt tækifæri að leiða, vera starfsmaður og leiða hluta til ungmennaskipti með krökkum úr hinsegin félagsmiðstöðvarstarfi og já. Og rannsóknarspurningin mín var hvernig skapa ég sem tómstunda félagsmálafræðingur aðstæður fyrir jaðarsett hinsegin ungmenni til þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi. Já, glemdi yðinu hér. Já, og ég þurfti náttúrulega að byggja ritgerðina upp á alls konar fræðum og ég var svolítið að fókusa á bara inngildingu í tómstundastarfi og bæði það bara hvernig að vinna með hinsegin ungmennum og þau voru líka mörg bara með alls konar greiningar og það kannski svolítið svona bakgrunnur minn að vinna með krökkum með alls konar fatlanir ungmenni og svona. Þannig að, já, og ég þurfti náttúrulega líka að fókusa á hvað að vera fagmaður og hvernig við faglega í starfi og það alls konar sem við gerum og ritgerðin mín opin, þannig að hægt að lesa hana og svo hægt að lesa þetta hérna á. En, já, ég gerði, þetta starfsendaransókn og hún skiptist í 2 tímabil og þetta ógeðslega áhugavert að gera svona starfsendaransókn. Ég lærði bara ótrúlega margt sjálfa mig og hvað ég get gert til að vera betri í starfi, hvernig aðlaga ég mig að þörfum ungmenna sem ég vann með, hvernig ég góður starfsmaður, eða hvernig ég góður samstarfsfélagi. Og já, þáttakendurnir voru náttúrulega fyrst og fremst ég að því ég var að rannsaka sjálfa mig, en það voru náttúrulega líka samleiðbeinendur mínir og ungmennin því ég var að rannsaka mín viðbrögð gagnvart samskiptum og atburðum og þess áttar sem gerðist yfir tímabili. Og gaman að segja, það nú 2 sem voru með mér í verkefninu hérna í salnum. Og þetta ótrúlega svona, já, þetta bara mjög gefandi að vinna svona starfsendaransókn. Þetta kannski mjög sjálflægt út af því að þú ert bara að skoða sjálfa þig. En þú lærir samt svo ótrúlega margt sjálfa þig og þú þarft að vera ótrúlega gagnrýnin á það sem þú gerir sem var bara mjög skemmtilegt og greina, það kom bara, ég held ég hafi greint gögnin mín 3 eða 4 sinnum og kom alltaf bara eitthvað nýtt í ljós og alls konar. En já, niðurstöðurnar mínar, þær leiddu svona helst í ljós að ég hafi bætt mig sem fagmann, eða erft mig. Og ég, svona helsta sem ég gerði var að ég aðlaga aðstæður að þörfum krakkana, eða ungmennana sem voru í hópnum. Og ég þurfti bara að fara alls konar leiðir til þess og til dæmis sem dæmi þegar við vorum á Íslandi þá leiðum við sundlaug og vorum bara með sundlaugina út af fyrir okkur að því að ég og samstarfsfólkið mitt vorum vissum að mörg af ungmennunum hefði ekki farið í sund lengi til mörgar voru trans og bara upplifði sig ekki farið í réttan klefa og þess áttar. Þannig að við ákváðum bara að leigja út sundlaug fyrir okkur og krakkarnir máttu bara 100% ráða í hvað klefa þau færu. Þetta var bara allt á þeirra og bara þeirra forsend. Það var engin skyldur að fara inn í laugina, við vorum bara með grill og það voru sólbekkir og það var til dæmis ótrúlega skemmtilegt. Ein stelpa sem var í hópnum hjá mér, hún hafði ekki farið í sund, hún var þarna svona 20 og hún hafði ekki farið í sund síðan hún var bara þurft að fara í unglingadeild í skólasund og
hún, ég vissi, ég sá það á henni, hún sat, ég sá það á henni að henni langaði að fara ofan í laugina og ég fór og talaði við hana og hún treysti sér ekki ofan í fyrst og ég spurði hvað gætum við gert til þess að þú myndir þora að fara ofan í laugina og hún sagði mér að hún upplifði mikinn kynama, til dæmis hún vildi ekki að sæjust berar hendurnar hennar eða fótleggir og ég sagði hvað með þá að ég keyri heim til þín og þú nærði í leggings og síðarmaból og svo bara það sem þú vilt nota sem sundföt, hvort sem það eru stuttbuxur og stuttanbólur eða sundbólur eða hvað sem er og henni leist vel á það og við gerðum það, fórum en ég sagði henni samt allan tíman því hún var mjög stressuð þegar við vorum að fara leiðina aftur leiðina og ég sagði henni þú manst það samt, þú ert ekki að fara ofan í fyrir mig þetta bara, ég er að hjálpa þér að finna leið til að fara ofan í og hún fór ofan í og fór bara í enga klefa og ég sagði henni ég myndi passa að kæmi enginn inn í klefan og hún naut sín svo mikið ofan í lauginni og þakkaði mér mjög innilega fyrir það þegar hún var búin að fara laugina hvað það var gaman að fá upplegað fyrir sund bara í fyrsta skipti í mörg ár og það var svolítið svona aha moment fyrir mig að ég lærði ég get byggt upp traust með ungmenni til þess að hún upplifði sig örugga í mínu umhverfi eða umhverfi sem ég bý til þess að pröfa hlut sem hún hefði ekki gert mjög lengi og það er bara svona eitt af dæmunum sem eru í ritgerðinu þetta er kannski það sem satt svona helst í mér og ástæðan fyrir að mig langaði að rannsaka þetta tímabil og það var einmitt bara hluti af því hvernig ég aðlagaði aðstæður eða ég þurfti bara að kynna mér þarfir ungmennina og skilja hvað þurfti ég að gera til að þeim liði vel og til að þau væru tilbúin að taka þátt og ég þurfti að til dæmis kom upp svo aðstæða að ég ákvað með samleiðinni mínum að hafa svona óvænt að við færum í adrenalingarn á Íslandi og svo kemur í ljós að krakkarnir voru bara ekkert tilbúin í það að fara í adrenalingarðinn eða að klifra í adrenalingarn mörg af þeim og ég fór þá smá svona í ég hefði hvorki verið þegar mín áætlun var svo að krakkarnir færu öll í búnaðinn, myndu sjá hvernig hann virkaði, fá kynningu á því en ég var ekki að fara að láta neitt klifra ef hann vildi það ekki en ég læriði til dæmis þegar ég fór að greina þessar aðstæður að ég var hvorki nógu skýr við samstarfsfólki mitt eða ungmennin að því ég sagði þeim ekki hvað ég var að hugsa að ég myndi vilja hvernig ég myndi vilja að dagurinn færi og þá fór allt öðruvísi að það voru einhverjir krakkar sem tóku þátt og einhverjir sem sátu bara hjá og ég átti síðan bara samtal við hluta leiðbeinendahópnum og sagði bara þetta fór öðruvísi en ég sá fyrir mér og ég kannski ígrundaði þetta meira eftir á en ræddi að ég myndi vilja að ef það kæmi aftur upp aðstæður þar sem krakkarnir myndi ekki treysta sér að taka þátt að þá myndum við finna aðra leiðir, finna aðra hluti til að gera og það skilaði sér að svo fórum við til dæmis í annað einhver treyst sér ekki og þau fóru gerðu aðra hluti í staðinn og það var líka bara ógeðslega erfitt að vera þegar þetta verkefni var ég 22 og það var líka bara ógeðslega erfitt fyrir mig að vera skýr í mínum samskiptum og segja hvað ég vildi og hlusta og gagnrýna annara það var oft bara ég gat alveg farið í bara svona hvað vill enginn hlusta á mig og bla 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 eitthvað svona ég er bara lítil eitthvað það var líka alveg flókið en þetta bara kenndi mér svo ógeðslega margt að gera svona starfræðindarannsókn og ég held ég mun alveg bókað gera aftur starfræðindarannsókn bara við eitthvað annað og því að þetta eftir á líka að bara ígrunda svona reynslu eftir á bara ógeðslega gefandi og þú sérð bara hvað gerði ég rétt, hvað hefði ég mátt gera betur og og basically bara er allt sem ég var að segja að með því að fá reynslu til að leiða svona verkefni og taka þátt bara jók sjálfsöryggi mitt mikið í starfi og það bara alls konar hlutir sem ég læriði sem ég myndi gera öðruvísi í dag og sumt sem ég myndi taka áfram ég myndi til dæmis bara vilja vera með skýrar reglur þegar ég vinn með fólki eða að við myndum bara setja okkur starfsreglur hvernig við ætlum öll að vinna saman og vera bara skýr og og
ég bara tel að starfsendurrannsóknir séu mjög gefandi fyrir vettvang fólks í frítímaþjónustu. Þetta náttúrulega hefur svolítið svona meira verið nýtt í kennslu og svona, en þetta líka bara mjög gefandi fyrir okkur sem vinnum á vettvangi frítímans. Og því að við bæði lærum hvað við getum gert betur, en við lærum líka af hvort öðru. Og ég vona að verkefni mitt geti kennt öðrum sem vinna með jaðarsettum hópum hvað gott að hafa í huga þegar maður vinnur með, og þetta ekkert endilega bara jaðarsettum hópum, þetta bara þegar þú vinnur með ungmennum, og bara fólki yfir höfuð. Það svo margt sem hún verður að hafa í huga og margt bara, að ég veit ekki, að þeir sem hún vinna með, að þeirra þarfir fyrsta sæti fram fyrir þínar, eða þú ert þar til staðar fyrir þau. Þannig að það pínu bara svona, já, og hluta heimildaskránni og já, þannig að það bara pínu, takk fyrir mig og ritgerðin mín opin ef fólk hefur áhuga að lesa hana eða skoða hana eða tala hana. Þannig að ég ákvað bara að velja 2 dæmi, það fullt af öðrum dæmum, ég get talað hana mjög lengi. Þannig að já, takk fyrir mig.